Að kristnum sið eru páskar haldnir hátíðlegir sem upprisuhátíð Jesú Krists og þeir elstir kristinna hátíða. Í dag 19. apríl en páskarnir geta verið að misjöfnum tíma frá ári til árs eða á tímabilinu frá 22. mars til 24. apríl. Í dag hátíðisdagur og að því tilefni hefur fengið 2 æðstu leiðtoga þjóðarinnar hingað. Það að segja forseta Íslands, frú Vigdísi Finnbogadóttur og biskup Íslands, herra Sigurbjörn Einarsson. Verið velkomin. Takk fyrir. Biskup, það eina sem ég sagði páskana áðan var það að þeir veru upprisuhátíð Jesú Krists en margt meira má segja páska ekki satt. Já, þetta eina sem þú sagðir, það nú töluvert. Upprisa Jesú Krists og hátíð vegna þess að maður reis upp frá dauðum og það krossfestur maður sem hafði verið dæmdur úr leik eins rækilega og mögulegt og svo lýstur þetta yfir fólk. Ef maður athugar þessar augnabliksmyndir í Nýja testamentinu sem bregða því upp sem gerðist á fyrsta páskadegi, þá sér maður þessu lýstur yfir fólk. Ég rétt eins og sólin var allt í einu farin að skína úr hádegistað og miðnætti. Óvinir verða ráðalausir og vinir ómótstæðilega sigurglaðir og svo berst þessi bylgja út löndin. Á 2-3 áratugum þá þetta boðað og þetta játa hringinn í kringum allt Miðjarðarhaf. Jesús lifir, hann hefur sigrað dauðann. Á þessu lifir kirkjan enn í dag og við höldum ekki páska einu sinni á ári, heldur einu sinni í viku. Hver einasta sunnudagur páskadagur. Vigdís, hvað eru páskarnir í þínum huga? Mér þykir ákaflega vænt páskana og mér þótti gott að heyra biskup segja að það sem í mínum huga þetta fríðarhátíð nefnilega. Að óvinir, þeir af vopn voru slegin úr höndum óvina og vinir urðu sigurglaðir. Við tölum einatt jólin sem fríðarhátíð en í mínum huga eru það páskarnir. Mér finnst eftir því eins og maður alinn upp, þá píslargöngunni lokið. Það kom friður og líka náttúrulega hækkandi sól. Manni hefur vel. Ég má aðeins bæta þetta var gott að heyra þetta því að einmitt Jesús upprisinn, hann flytur þessa kveðju þegar hann birtist, friður sé með yður. Svo nú þetta gott að því að ég nú að tala hér við konur rifja það upp að það voru konur sem sá hann fyrst og hann valdi konur beinlínis til þess að fara með þessu skilaboð fyrst og þetta athyglisvert af því að konur voru hvergi vitnisbærar í þá daga. Ekki teknar gildar sem vitni fyrir nokkur dómstóli og ég veit engin mótmæli í veraldarsögunni á gegn niðurlægingu kvenna eins sterk eins og þessi að Jesús velur einmitt konur til þess að verða vottar af þessum tíðindum og byggir á þeim. Nú sumardagurinn fyrsti á næsta fimmtudag og nú eigið þið að baki annarsama vetur og nokkuð sögulegan vetur. Vigdís sem forseti, fyrsti veturinn hennar og biskup þú að kveðja þenn síðasta vetur í starfi. Var þetta annarsamur eða erfiður vetur? Já, var það ekki fyrir okkur öll. Tíðarfarið hefur verið þannig að það hefur verið annarsamt hjá öllum. Þó ekki væri við annað en að moka sig út úr húsum. En biskup? Jú, veturinn var mér góður og fljótur að líða eins og allur tími þegar maður hefur góða heilsu og meður en nóg að starfa. Ég hef ekki þurft að brjótast í hríðum eða stórviðrum aðeins að moka snjó, það mjög lítið. Nú auðvitað hefur mér hugsað til þeirra sem hafa átt í erfiðleikum einmitt vegna stórviðra á þessum vetri og vandrar tíðar eða orðið fyrir hörmum af þeim orsökum. Við eigum erfitt land og það ekkert óhollt að vera myndur á það í sjálfu sér að þjóðin þarf að þroska sína kosti og slípa sína ókosti í samskiptum við þetta erfiða en góða land. Biskup, nú hefur það fyrir satt að þú hefði nýverið sendt forsetanum bréf þar sem þú segir henni að þú óskir eftir lausn frá starfi. Hvenær mun það verða? Ég hef beðið lausn frá
1. október. Ég vona að forsetinn veiti mér það von. Og kosningar verða þá hvenær, forseta? Þær verða í sumar. Ég veit ekki hvenær þeim kann að verða lokið. Það töluvert í kringum það er ekkert í mínum höndum, en það verður einhvern tíma sumarsins. Einhvern tíma fyrir þennan tíma minnstu kosti sem ég kveð. Vigdís, nú ert þú nýlega komin úr opinberri heimsókn þinni fyrstu. Hvernig var þessi ferð? Hvað er þér eftirminnilegast? Mér er eftirminnilegast á þessari ferð þessi mikla vinátta til Íslands sem að ég var vör við. Að finna að Ísland var allt í einu þarna á allra vörum. Og það fann ég best þegar ég fór eftir að ég var hætt, eða eftir að loki var hinni raunverulega opinberu heimsókn á laugardeginum, þegar ég var meðal fólks, ekki gestgjafa minna og háttsettra manna í Danmörku, að menn höfðu virkilega tekið eftir Íslandi og hugsað Ísland og farnir að velta fyrir sér kannski nýrri mynd af okkur Íslendingum. En Danadrottning, hvernig kom hún þér fyrir sjónir? Ákaflega elskuleg kona. Sérmennandi og elskuleg kona. Biskup, mér skilst að þú þekkir hana vel líka. Síðan hvenær er það? Jú, ég hef hitt hana náttúrulega við ýmis tækifæri, bæði hér og í Danmörku og Grænlandi, og við höfum verið svolítið saman og mér þykir mjög mikið til hann að koma. Ekki fyrst og fremst vegna þess að hún er drottning, heldur bara hvaða maður hún er. Sterkur persónuleiki, finnst mér, fjölmenntuð og fjölgáfuð og vel kristin, mjög einlæg og heil í sinni kristnu trú og ágætlega lesin í guðfræði og brýtur gjarnan upp á þeim málum, og hún er svo vel heima þar að mér að segja biskup að mig var að sjá. Hún er ákaflega vel lesin. Líka í guðfræði, mjög. Vigdís, nýverið þá var hér, voru haldnir tónleikar hérna þar sem að franskur ljóðasöngvari kom og Gérard Souzet. Þú varst á þessum tónleikum, er það ekki rétt? Hvernig líkaði þér? Mér líka alveg sérstaklega vel. Ég hef ákaflega mikla mætur á ljóðatónlist og Gérard Souzet náttúrulega það er frábær söngvari og ég naut þess. Eins og ég hef notið mjög tónlistar í vetur. Það hefur verið ákaflega fjölbreytilegt og gott tónlistarlíf hjá okkur í vetur. Nú vill það oft brenna við að það eru eingöngu höfuðbúabúar sem að fá að njóta þeirra gesta sem hingað koma. Og því hérna fékk ég Souzet í stutt viðtal og byrjaði á því að spurja hann hvernig hann hefði byrjað sinn feril.